Það er óhætt að segja að miklar breytingar hafa átt sér stað á Keflavíkurflugvelli allt frá því varnarlið fór með manni og mús í mars 2006. Þúsundir fermetra stóðu eftir en nú, rúmum áratug síðar, eru þeir smám saman komnir í nýtingu. Stórir aðilar keyptu nær allt húsnæði og hafa sett það í leigu undanfarna mánuði og ár. Fólksfjölgun hefur verið mikil samfara nýtingu húsnæðis en eingöngu hafa verið í boði leiguíbúðir fyrir einstaklinga og fjölskyldur. Nýlega var þó breyting á þegar annað tveggja stórra leigufélaga á Ásbrú bauð 8 íbúðir í fjölbýlishúsi til sölu. Vinna við endurbætur á íbúðunum hefur staðið yfir undanfarna mánuði en í þeim bjuggu einstaklingar og fjölskyldur varnarliðsmanna þegar þeir voru á Keflavíkurflugvelli á sínum tíma. Við hittum forsvarsmenn fyrirtækisins 235 fasteigna og ræddum við þá þessi mál. Jæja, það er óhætt að segja að þessi komið nýtt líf hér á gamla varnarsvæðinu, núverandi Ásbrú. Hvernig að taka þátt í því? Þetta er búið að vera mjög skemmtilegt verkefni. Við tókum við allmörgum íbúðum hérna í upphafi árs og byrjuðum á að leigja út fjöldamargar íbúðir sem fóru í afhendingu frá janúar en flest frá mars. En núna á vormánuðum þá ákváðum við að skoða það að sjá hvort að það væri hugsanlega áhuga á því að hjá fólki að kaupa okkur eignir. Niðurstaðan var svo að kanna það nánar og hér stöndum við inn í þá fyrstu sýningaríbúðinni sem við ætlum að kynna fyrir fólki núna næstkomandi sunnudag. Og við höldum að eins og að mikil eftirspurn undir leiguíbúðunum og þá séu kaupendur líklega til að hafa áhuga á þessum eignum, enda verða þær á mjög hagstæðum verðum. Hvað getur þú sagt okkur þetta eru gamlar kanaíbúðir, ef við tölum bara íslensku, hérna bjuggu varnarliðsmenn og þeir voru hérna fyrir cirka 10 árum, þeir fóru síðustu 2006, rúmlega 10 ár síðan. Hvernig var ástandið hérna á húsnæðinu? Það var fyrst og fremst mjög misjafnt og við þurftum alltaf að fara í mjög umtalsverðar endurbætur á húsunum. Við lögðum mikla áherslu á það núna í sumar að ná að klára múr- og málningavinnu á öllum húsunum þannig að alla blokkirnar sem við eigum hér í 900 hverfinu verða þá málaðar fyrir haust og okkur finnst það að vera mjög merkileg og merkilegt hvað sú andlitslyfting skilar miklu fyrir bara upplifun manns af svæðinu en jafnframt höfum við þurft að taka náttúrulega umtalsverðar endurbætur innan hús. Þetta klassíska það er rafmagn og það eru gólfefni og skiptum ofna og annað slíkt en það hefur bara gengið vel en það hefur verið með góðan og vaskan hóp manna í að vinna fyrir okkur og auðvitað alltaf eitthvað sem að tefst og þess áttar en svona heilt yfir gengið vel. En þið hafi verið að nýta það sem hefur verið nýtilegt þannig að það er ekki allt eins í þessum íbúðum sem þið eru að bjóða til sölu núna? Nei, það sem að við höfum horft til er að vera með íbúðir sem eru einfaldlega á mjög góðum verðum. Það er mikil eftirspurn eftir húsnæði en það er náttúrulega skiptir máli á hvaða verðum þær eru. Þannig að eins og í þessu húsi sem við stöndum í núna þá erum við með 8 íbúðir sem eru svona 90 til 94 fermetrar og þær eru allar á verðbilinu 22 til 23,9 milljónir. Og við höldum að það sé verð sem að gera það að verkum að fólk verið áhugasamt eigninnar og auðvitað höfum við ekkert kortlagt það alveg en svona miðað við það mat sem við leggjum á þetta og fasteignasöluaðilar þá höldum við að það sé eitthvað sem að verði áhugavert. En það er nú samt það er talsvert langt frá byggingakostnaði sem að miða við í dag. Já, þetta er lægra en það, en það eru náttúrulega gömul hús og allt það, þannig að það er kannski ekki alveg rétt í samanburðinn, en þegar maður lappar inn í húsið þá upplifir maður eins og það sé nýtt, en það er einhvað sem byggt árið 1978, þannig að við höldum að þetta sé svona ákveðin hilla á markaðnum sem gæti hentað mörgum og því að það er náttúrulega þannig eins og við komum fram í meðal annars skýrslu Íslandsbanka að svona sterkasta verðbilið á fasteignamarkaðnum hér er þetta bil sem er 20 til 30 milljónir sem ég held að okkar eignir verði svona í grófum dráttum á. Og þið eru með mikinn fjölda af íbúðum hérna á leigumarkaði en eru sérst að fara inn á, fara í það að selja hluta af ykkar safni getum við sagt. Hvað kemur til? Vildu þið sérst svona blanda hver var hugmyndin að styrkja hverfi? Já, við höldum að það sé ákveðin breyting að fá hingað inn eigendur að fasteignum og við erum að horfa til langs tíma og auðvitað hefði verið mjög einfalt mál bara
að fara í svona minni framkvæmdir og leigja allar íbúðunar út. En sko lengri tíma hagsmunir liggja í því að svæðið í heild sinni vaxi og dafni og við höfum ýmsa hagsmuni undir í því. Og við fundum líka fyrir því þegar við vorum að tala við sko bæjaryfirvöld og aðra að það í hugum flestra held ég betra að þetta sé blönduð byggð þar sem við erum annars sem leigjendur og hins vegar eigendur á húsnæðinu og það sé svona farsælla til fyrir svona heildar samfélagi sem verður sko. Nú hljóta að hafa verið í sambandi við bæjaryfirvöldana þegar hvað getur sagt, það að koma mikið af fólki hérna inn á svæðið á mjög stuttum tíma og það ekkert mjög auðvelt fyrir sveitarfélög að bregðast hratt við því. Hvernig, hvað segja bæjaryfirvöld þessa þróun hérna? Já, þau brugðust mjög hratt við þegar við og Heimavellir ákváðum að gefa þeim húsnæði hérna í 900 hverfinu undir leikskóla og við höfum átt gott og farsælt samstarf með bæjaryfirvöldum. Það náttúrulega mikið starf unnið hér í skólamálum nú þegar og bærinn náttúrulega að sko setja sig í starthólfuna fyrir það sem að mun koma hér inn og þessi skemmtilega gjöf sem við og Heimavellir komum að svona fyrsta skrefið í því og svo verðum við bara að meta stöðuna eftir því sem að framvindur og sjáum hvað það samfélag sem hér verðum við þurfa og ég hef fulla trú á því að bæjaryfirvöld muni standa þétt við bakið á íbúum hér. Ef þið fáið góð viðbrögð við þessum fyrstu íbúðum og svo næsta hús sem að bíður, áttu vona því að þið munið koma mæta með fleiri íbúður inn á sölumarka? Já, það sem ráðgert að við verðum með þessar 8 íbúður núna, síðar í september verðum við svo með 32 íbúður hérna í blokkinu við Lenu. Og þá erum við teljum við okkur búin að kanna það til hlítar, hvort að það sé markaður fyrir þessum eignum eða ekki. Nú ef ekki þá vitum við svo sem að því að það er umtalsverð eftirspurn eftir leiguíbúðum og við erum svo sem bara fikar okkur áfram í þessu og sjáum svo hvað setur. Það er nokkuð nýjung fyrir Suðurnesjamenn að upplifa það að séu stór félög, leigufélög og séu sýsla með fasteigni hérna. Hvernig hafa viðbrögðin verið í samfélaginu? Hvernig finnið þið fyrir velvild eða eru þið í vörn? Alls ekki vörn. Við erum í mikilli sókn og ég held að viðbrögðin séu almennt séu mjög jákvæð og fólk kann að meta það að sjá að hér er líf, hér er verið að taka eignir sem hafa verið fyrir allra augum mjög lengi og eins og ég nefndi áðan að það er svo mikil andlitslyfting að fá bæði múr og málingavinnu hérna í gang og bara skemmtilegt líf sem að myndast hérna þannig að nær undantekningarlaust bara mjög jákvæð viðbrögð. Þetta er sem sagt gamalt varnarsvæði eins og allir vita og þið hefðu verið að koma hérna inn á svæðið. Er eitthvað svona óvænt sem að þú hefur upplifað í þessu ferli þegar þið hefðu verið að koma hérna inn? Já, það er náttúrulega margt óvænt en það sem er aðalega áhugavert, það er bara að sjá hvað er mikil kraftur í öllu efnahagslífinu hér og hvað eru mikil umsvif í gangi og þannig að hort á stöðuna eins og hún núna og sett hann í samhengi og allar þær spár sem eru eftirspurn eftir fólki í vinnu hér og þar og í ýmsum sviðum að það er mikill meðbyr á svæðinu enda kannski komið tími til eftir mörg erfið ár en ég sé ekki annað en þessi mjög bjart framöndan fyrir íbúa á Reykjanesinu.